Hæ, ég heiti Bragi og vinn í Vodafone í Skútuvogi. Ég hef verið að pröfa Galaxy Note 4 síðustu daga og vildi sýna ykkur helstu eiginleika símans. Við byrjum á S Pen. S Pen virkar svona eins og penni fyrir skjáinn. Þú getur notað sem mús, þú getur notað til þess að velja texta, klippa til myndir. En það þýðir auðvitað ekki að þú getur ekki notað snertiskjáinn eins og venjulegum síma, bara hreinlega með puttunum. Myndavélin 16 megapíxlar og með hristivörn sem gerir það verkum að þú getur notað myndavélina í miklu myrkri á þess að tapa myndgæðum. Að auki hugbúnaðurinn í símanum mjög þróaður og hjálpar til við að taka mjög skarpar og góðar myndir. Myndavélin framan á símanum sérstaklega hugsuð fyrir selfies. Hún 3,7 megapíxlar og með mjög skemmtilegum hugbúnaði sem gerir þér kleift að taka selfie af öllum hópnum í einu. Ég ýti einfallega á skynjarann aftan á símanum og hann byrjar að taka 3 myndir. Svo hreyfi ég tækið til og næði þannig öllum hópnum með í einni mynd. Takkinn sem ég notaði til þess að taka myndina einnig hjartsláttarskynjari. Ég set einfallega fingurinn á skynjarann og hann mælir púlsinn. Einnig getur hann mælt súrefnismettun í blóði og útfjólubláa geisla. Skjárinn ekki bara stór og skarpur, heldur Samsung búin að smíða lausnir í tækið til þess að nýtast sem allra best. Til dæmis get ég verið með 2 upp opin í einu, eitt fyrir ofan og eitt fyrir neðan, eða ég get hreinlega dregið appið niður og verið með það í flotglugga yfir því sem ég að gera í tækinu. Þegar öll á botninn hvolft, það hendar þetta tæki sérstaklega þeim sem nota síman mikið yfir daginn, vilja mikið skjápláss, án þess þó að vera endilega bæði með síma og spjaldtölvu á sér. Komdu endilega við í næstu verslun Vodafone og prófaðu Galaxy Note 4. Ég get leikið um þessu. Má ég fara með honum? Í hvor áttina að fara?